verklega kennsla í býflugnarækt. Við sjá, ég set þetta nú bara svona hérna, sko. Og það alltaf, þetta sem sagt nýtt bú frá því að 29. Og ég setti það á einn kassa, búinn að bæta við öðrum kassa, ég held ég hafi sett hann ofan á og ég ennþá að fóðura það. En þær fengu sem sagt fóðurramma fulla, þetta búið sem var allt hérna fyrir utan munið ekki. Jú. Svo því ég setti kassa ofan á, að þá fóru það loksins fara inn en þær eru ennþá svolítið fyrir utan. Ég að hugsa að hætta að fóðura þetta bú núna, af því það fékk hjá mig fóðurramma, en ég ætla að gefa því þetta hérna. Hér set ég sem sagt svona, ég er búinn að smíða þetta löngu síðan og ég setja bara hérna til hliðar, svona, og svo set ég ofan á þetta krukku eða einhverja plastollu með götum í með sykur legi í hérna. Ég er með svoleiðis búinn að smíða mér það inni hérna. Á hverju minnkar svona flugabíl? Ég ætla að setja aðra spýtu í þetta, þetta er bara aðeins svo hérna, þetta er aðeins svo löng spýta, ég á fleiri svona lista. Ég með setja í staðinn, tek svona 5. Ég minnkaði mitt með svönd. Nei, ég er bara með svo mikið að búum hérna og ég ger þetta bara þess vegna. Hérna er einn hálflaskur spennirinn og ég byrja bara á því að kíkja hérna aðeins og sjá. Það eru ennþá að sækja grimmt og þið sjáu það er nóg sykurvatn eftir. Það eru að gera svona, það er svolítið? Já, það byggja svolítið þarna út í þetta. Þannig að, skulum við sjá, bara setjum þetta hérna til hliðar og svo losum við þetta hérna. Það er bara þennan venjulega hátt. Svona, og ég setja þannig að þær komast á út. Þessar dömur, munið það að þið séu ekki að drepa þér. Það er verra mýið heldur en bíflugutar. Aðeins að reykja og þið sjáu, hérna er það á fullu að byggja ofan í. Þannig að þetta er svona kannski ekkert heppilegt fyrir mig. En það er viljað þetta. En eins og ég segi, ég lét þessar flugur fá sko útbyggða ramma sem sagt síðast. Ekki eins og tóma eins og hjá. Nei. Setur grjótið bara í plastinu niður? Já. Ég hef gert það, ég hef bæði tekið það úr og sett það í plastinu ofan í. En hérna hef ég ábyggilega látið að fá sko svona afganga og afgangsplast og svona, eitthvað drasl. Láta það sleikja allt. Þannig ég ætla bara að taka þennan hérna upp úr. Allan eins og hann leggur sig. Og alveg frá þeim? Nei, ég ætla að bæta við. Hérna kassa hjá þeim núna. Ég sé það. Bæta hæð ofan á. Bæta hæð ofan á. Og skulum við sjá. Oftast betra bara að taka ramman, en ég ætla hvort sem er að flytja þennan sem sagt. Ég ætla að flytja þennan sko upp í efri kassa. Hérna. Það eru ekki dánað með þetta dömina. Ég var aðeins að pústa það. Pústa það aðeins, já. Getur þú haldið þess á sig, ég ætla að ná í þessa yndislugu hérna. En þetta bú hefur sýnt aðeins öðruvísi hegðun eins og þið sáið. Hérna áður. Ok, nú bara byrja þú að kíkja á ramma. Ég fylgist með þér. Og ég leita hverju? Standtu bara hérna til hliðar, það er auðveldara. Nú erum við bara að kíkja, sjá hvernig þetta lítur út allt saman. Og hvað segirðu þennan ramma? Hér er ungviði og fóðurhólf. Sérðu egg? Ég sé ekki egg. Á ég að sjá egg? Hallaðu á móti mér aðeins. Svona, já. Og það eru fullt af eggjum hérna út í kantinum. Já. Það er nefnilega stækkunarglerið. Þau sjást þarna sko. Það er bara, hérna ég skal, komdu, það sjá. Taktu stækkunarglerið og kíktu á þetta hérna svæði hérna. Ég bara, voða erfna að sjá þetta inn. Jú, ég sé þau, pínlítur hvít hérna, nú sé ég. Það er oftast erfiðast að sjá þetta í svona dökkum hólfum. Miklu auðveldar hjá ykkur í nýju. Hérna sé ég núna. Ok, já, halló, þetta er hérna út um allt maður.
jóla hvað sko. Ég ætla aðeins að sjá hvort að ég sjá þetta fyrir fólki hérna. Af því að, hérna, og svo hérna, þegar þið setjið ramman aftur niður á eftir, að þá munið að dragið þið hérna þykkari hlutana saman og færa það svona hægt og rólega niður með því. Ekki setja það svona, skiljiði, en núna kemur þessi hérna upp að, þannig að kíkt á næsta. Og við ætlum að telja ungverðarramma, þetta er fyrsti. Og vallega upp, myndu. Vallega upp. Já, þetta er nýlegri. Jú, hann er nú eiginlega næstu alveg nýr þessi. Og hér eru egg, hérna á þessu svæði hérna. Og þessi hérna eru lokuð. Já, þetta er hjúpað ungviði eins og maður segir, kallar það. Það er ekki. Já. Lítið hvít. Ég sá það svo flott alveg svona í hug. Og hérna eru komin að lirfur. Já. Og þá eru eggin oftast aðeins hérna í útkantunum af því, sko. Nei, þetta er húnum. Hér eru, sjáu þið lirfurnar? Já, lirfur. Lirfurnar. Já, lirfur. Þetta heitir náttúrulega líka víur, en það er eitthvað eins og ógislegt að ég ekki vilja að kalla það, eða ekki ég í það minnsta. Ekki lirfur, bara lirfur. Jú, lirfur, það heitir það. Og settu svo breiðar endarna saman, þarna, taktu hérna og bara venjið ykkur á þeirri. Setja það strax niður? Já, setja það svona niður með fram. Ekki draga það með ómikið? Nei, einfallega vegna þess að ef þið eru að draga þetta saman og flugulenda á milli, besta falli drottningin, hvað gerist þá? Þá eru við konum með 2 drottningar. Þú meinar Ein í tvend. Og sjáu hvað þetta er flottur rammi, alveg troðfullur á ungviði. En þetta er allt hernur? Þetta er allt hernir, já. Þetta er komið miklu lengra en hjá mér, sko. En sjáu þetta er ljótur rammi, sjáu hvernig hann er misbyggður. Þannig að svona ramma þyrfti ég að taka og slengja í haust og bræða. Þannig að það sem ég get gert í þennan ramma, sjáu þið, hann er eiginlega alveg troðfullur á ungviði, að ég get sett lit ársins á hann. Og við skulum bara gera það og ég þá veiti það í þessum ramma er bara hunang þegar lirfurnar eru skriðnar út, eða þernir eru skriðnar út. Skiljið hvað ég er að fara? Já. Þannig að það er fylla þetta þá af hunang og ég passa mig á það að setja þennan ramma alltaf svolítið ofalega í búið. Já, af því að þú ætlar að, já. Já, ég ætla að ná í gulan lit og merkja þetta. Ok. Það setja niður? Já, setja bara niður. Ég notaði hérna bara drottningar sko litin. Já. Hérna. Þá veit ég það, ég get líka að skrifa bara 17 á hann. Já, en þú veist Þá veit ég það. Já, þetta er litur ársins. Næsti. Ég er það næsti ramma. Næsti, nefandi segir. Má ég? Já. Notiði nú hérna kúbbeinið ykkar. Já. Taktu kúbbeinið, Jóhannes, og kljúðu það aðeins í sundur. Eða sem sagt, það sem þú gerir, notaðu þetta bara svona, séru. Þetta hérna, já. Og taktu svo 2, nei, þú þarft bara að taka hérna öðrum megin, sko. Losaðu öðrum megin. Já. Mínir hérna rammar eru náttúrulega eldri eins og þú sjáu, þeir eru það munar ansi miklu. Meiri klessur á þeim, sko. Já, flott. Ég byrja á að gá hvort að drottningin er ekki. Það er ekki. Þetta er líka flottur ungverðarrammi, sjáu þið. Og munið hvað er sitja, þegar þessar eru kroppnar út eða búin að skríða út, munið hvað þurfa marga ramma til að setja á? Já, 1 rammi. Nei, já, eitt svona, já, eitt svona, já. Nei, menn hann ekki. Vá. Hvað haldið þið? 7, hvað sagður 7? Nei, Það veit ekki. engin sem veit? 3. Já, 3. það þurfa 3 ramma til að setja á. Svona útbyggður þarf 3. Já, þegar þær eru skriðnar út. Já, Þannig getur maður svona metið plássi sem það þurfa. Ég ætla að ná í drottningaklemmuna. Ég er ekki alveg sáttur við þennan ramma. Ég myndi ekki merkja hann gulana því það er svo mikið fóður í efri kantinum. Ég veit að það er gamalt fóður. Og sama með þennan sjáðu hvað er líka mikið gamalt fóður í honum. Og sko sundafis er hunang, við vitum það. En ég mun aldrei nota... Þetta er bara frá í fyrra? Já, þetta er frá því að einhverjum síðustu árum. Þú myndir ekki slengja þessu. En er þetta bara sykurvatn hérna? Já, að því er að fóðra það líka, sko. Þegar maður sér svona? Já. Er ungvið, hérna ekki þessum eða? Og hér er geitungur í heimsókn. Nei, það? Já.
Nú, Þetta bara gamalt hund. já, Það er eitthvað gamalt fóður. Já, fóður rétt. Já. Já. Og myndirðu ætlar þá líka að merkja þennan og Nei, ekki þennan. úr umferð? Nei, þessi er, Af því hann er ekki eins mikið út. það þarf mikið fóður í honum. Já. Já. Hinn var bara eiginlega fullur af sko ungviði. Já. Það er svo gaman að sjá þær þegar það koma með á löpunum. Dröndin þarna. Já, já. Vunurinn á dröndinum, hvað hann er. Já. Já, þannig já. En þeir eru talsvert úti líka. Eiga að vera það. Já, já. Já, þetta nefnilega eins og með það að það séu drunda sem auðvitað þegar það er komið drunda, það gerist ekkert fyrir þeir koma, en maður er ekki að setja neitt í samhengi við drunda. Nei. Það er svona, Það er flott, þetta er valið að gert þegar svona á maður að gera þetta, maður á að passa sig. Jóhanna? Það er mikið fyrir myndaveli mín. ég gekk mér róandi. Kljúðu fyrst með hérna kúbeininu þínu. Kúbbein, er það ekki ágætt? Ágætt svo orð. Og það er oftast nóg að maður kljúfi það bara öðru meginn því að þá losnaði líka aðeins hinum meginn. Og sjáðu hvað er mikilvægt að hafa gott pláss til þess að skoða. Það er alveg möguleiki að hér geti verið drottningin, ekki? Jú, það getur alltaf verið. Ég kíkja alltaf. Þetta er þú. Já, þetta er bara fullur rammi af fóðri. Já. Og þetta er gamalt. Já, nei, sko, maður sér það ekkert á lokunum. En það er náttúrulega allt. Þetta er svona gamalt, sko, þetta er bara gamalt fóður. Já, þetta er bara gamalt fóður. En af hverju loka þér ekki hér? Er það bara eftir að... Já, það er bara ekki fullt og ekki tilbúið. Já. Er það ekki? Þó sé fullt af sykurvatni svona Sé eða ég einhverja varp hér? Nei, Nei, bara fóður að mig. já, Þetta er bara fóður. þetta er bara fóður. Svo er maður að venja sig á þetta, koma þessu svona nála. Frúin er í neðri karfanum svona. Já, allir Langlíklegast. Taktu bara þessa þrjá af því þetta eru bara fóðurramma þannig að þú heldur áfram þarna niðri. Það er svona grátt sem hann kemur. Þetta er frjókorn. Já, ég meina hvaða. Þetta gæti verið hvítsmári. Það er svona, það er kannski aðeins svo dökkt til þess. Já, þetta er alveg tróðfullur rammi af fóðuri líka. Já. Já, vá. Og þetta er gamalt fóður. Vetrafóður. Já. Myndir ekki nota þetta sem vetrafóður? Jú, það er fá að halda þessu sko. Það er fá að halda þessu, það er ekki spurning. Og strúka niður með það, já. Fáður ekki að halda öllu svo fóðri sem hér er komið nú? Jú. Nú ætla ég sem sagt að ég stefna á það líklega að setja á nýjan kassa og þá með, sko ekki með fóður í, en helst útbyggðir ef það er til. Ef ég á þá, ég held þessi búið með flesta útbyggðum. Þetta er alveg tróðfullt af fóðri líka, Já. sko. Maður heldur alveg áfram að fóðra bara alveg út í gegn. Já, manstu hvað ég sagði? Já, á fjórðakassa. Þegar þú setur fjórðakassan á, þá hættirðu. Já, Bara til þess að þú getur fengið einhvað hunang. já. Bara okkur Og til fæ ég skemmtunar. Fengið þá hunang í fjórðakassan? Já, það sem kemur í fjórðakassan verður þá hunang. Já, og þá er það Sérðu hvað er miklu, neðst í kassi. já, alveg rétt. Þá er maður heldur að. Já, fyrir gefur ég elskunar mínir. Þetta er miklu þingra en við erum að taka Já. upp hjá okkur. Sko, nú ætla ég að gera þannig að því að ég ætla að flytja þennan hérna fóðurvasa Já, upp í þriðja kassan. Ég færi þetta allt saman og það er ágætt að venja sig á það þegar maður er búinn að þessu að ýta þeim vel saman öllu römmunum, skilji, bara svona, eða með kúbinnu og ég ætla að flytja þennan hérna fóðurramma hérna megin. Já, svo það klístri ekki of mikið á milli. En ég ætla bara að setja þennan hérna megin og ekki bara það, ég ætla að setja 2 nýja ramma, 1 hér á milli og 1 hérna á milli. Það eru fljótar að byggja þá upp. Þau eru ekki svona út í enda. Já, af því þessi er alveg tróðfullir af hunangi og það eru fljótar að byggja upp. Þannig að nú ætla ég að ná mér í nýjan kassa. Þá betra fyrir mig. Nú ætlum við þá bara að setja hérna, svo ramman. þetta er rammið með aðeins fóður í, en þetta er svona kristalla, sjáu þið, gamalt fóður. Þannig að það nýta þetta illa. Já, íttu honum aðeins í burti hjá mig bara, svona, flott. Settum við þennan hérna svona niður og svo þarna, já. Og hvað voru nú margir rammar með unguði hérna? Munið þið það? Það er ekki bara einn. 1, 2, 3, 4, 5.
voru 5 með ungum. Já, þannig að þá skrifa ég 5 pluss fjöldi í neðri kassa. Já. Og þá sama hérna, þá ítir maður þessu saman, svona þétt já, og stundum er ágætt að nota bara kúbbeinið og spynna þessu saman hérna. Og hafa þá svolítið bíl til begge hliða. Já. Og verða þá drundvarnir þar svolítið eða? Þeir bæði það, en þeir byggja svona oft úti, en í staðan fyrir að hafa þetta ykkur á milli, þá hef ég þetta frekar út í gafli. En er ekki hægt á að drottningi fara eitthvað stúsast hér? Jú, það er hægt á því, en so what? Svo mátt ekki standa helst það fyrir. Nei. Já. Heyrðu, nú skulum við hérna, lánaði mér hérna þennan fóðrunar vasa og ég set hann bara í, þetta var bara frjóti, set hann bara hérna í þennan kassa. Hefur hann jafnvel hérna í miðjunni eða? Nei, ég ætla nú bara að setja hann einhvers stað sem var opið, svona. Heyrðu, Jóhanna, nú þarftu að taka af allan kassan, Smári, halt þú á rammauppengjónum og það brýtur maður alltaf örlítið fyrst, svona, nú er hann laus. Hvar getur hún sett hann? Og setur hann hérna ofan á. Já. Ofan á hennan? Já. Og náttúrulega væri best að setja þá plastplötuna ofan og þar, en við erum ekki með það eins og það er í annarri notkun. Og Sigríður, blástu aðeins reikkarn ofan í? Já. Ofan í þennan? Nei. Já, þennan hérna. Já. Þetta er nú. Það er aðeins bara keim. Já. Aðeins keim. Halda áfram Jóhanna, þá getur þú kemur að ungverðarami það minnsta. Já. Heldur að þetta sé lúpínan, þetta dökka hérna? Nei. Og hérna hafði ég gert, sjáðu þið, þetta á 2014. Já. Ég merkti þennan ramma sem hunarsramma. Já. Þá. Já, þá. Já, veit ég ekki svona snæróðar elskurnar. Alltaf auðveldar að lyfta honum örlítið upp. Munið það að bílflugurnar geta verið á kantinum og drottningi jafnvel líka, þannig að þú veist, fara varlega með hann upp bara, alltaf. Þannig. Á kantinum sko. Þetta er bara fóður. Þetta er fóður. Já. Sérðu það bara alveg strax? Já. Og það er oftast þannig út í gafli. Já. Já. En þegar það er svona dökkt hérna eins og hérna sjáðu nokkra stöðum. Það sjá ekki, þetta er aðeins frjókott hérna í þetta dökka. Já. Já. Þetta ætla ég að setja hér. Já. Og ef að næsti er líka fóðurrammi, að setja hann líka fyrir utan. Bara til þess að fá gott pláss. Og varlega upp, manstu. Ég er svo hérna drottningarhrædd að ég byrja á að gá því. Já. Og þið sáuð þarna hinum megin sko, miklu meira frjókornum. Eru egg þarna inn á milli, sérðu það nokkuð? Já. Ég sé það hérna, það ekki? Nei, þetta er hunang. Hérna? Já. Þetta er bara, eða fóður sem sagt. Já. Ok. Ég sé ekki það að væri þá hér, sjáðu það þessi tóm. Sé ég hérna? Nei, það er ekki hérna? Sé ég lampi, er ekki hér? Nei, ég sá það ekki. Við sjáum þetta hérna, sem er hérna þetta hvíta. Þetta er lægir. Þetta er bara vökvi? Þetta er bara vökvi, það glampar á. Vökvi? Já, fóður sem sagt. Fóður, já. Settu þennan út fyrir líka bara, svo við fáum gott pláss. Ég segi nokkuð. Þessi er voða léttur. Já. En hérna er fullt af veggjum, sjáu þið hér í þessu hérna, á þessu svæði. Og þið sjáu bara áferðina á rammanum. Það er í öllum rammanum. Já, þið sjáu bara áferðina á rammanum og þið sjáu það ef þið horfið svona eftir hún, þá eru hérna kantarnir efst aðeins dekkri. Það er setja hérna própólus eða tróðkíti á það. Það er sterilisera þessa ramma betur heldur en aðra. Með sóttrins, já, með própólus. Sóttrins, já. Horfðu sko aðeins svona, það er ekki? Nei. Þið verðið bara að vera með almennileg gleraugu, stelpur konur, fyrir ekki þið.
Það er svo gaman að vera Það er í miðju Ég er með svo vitlega sjón, ég Já. sé ekki. Já, maður verður að vera með tvískipt Er það hinum megin líka, Jóhanna? Er það hinum megin líka? Ég sá það sama hérna, sjáðu hvað kantarnir eru aðeins dekkri, en ég bara geng út frá því að það séu. Já, það virðast gera það, og sérstaklega á nýju vaxi sést þetta betur. Maður sjá hans hérna. Það eru alveg reynd verkfáflög hérna einn alveg reynd hlaðin. Já, með svona hvít. Og engin drottning séð, en egg eru búin að sjá. Já, Þennan set ég hér. já, setta hann alveg út í gafl, Sigríður, nú tekur þú við. Skoðun. Má Úps, ekki gera svona. nei. Þetta er bara þjálfun. Og nú tekur næsta, Sigríður. Farðu svona hérna á milli? Já, Svona? svona. Já. Voðalega eru þeir órólegar. Það eru aldrei svona hjá okkur Sólveigu. Við erum búin að vera svo Þetta er lengi órólega núna, náttúrulega. núna er nú allt í lagi svona. Jú, þetta í kring Ég er þarna, þarna já, megin. ég svo það ekki. Það er bara hann í kassan. Þarna er svolítið, ungviði. Já, já. Hérna fullt af eggjum. Mm. Og þetta er bara frjó hérna, þetta dökkar það ekki? Hérna. Jú, það er fullt af eggjum hérna allt í kring. Sérðu egg? Já. Sérðu það, það er á Ég rammanum. sé það á rammanum, Já. hvernig það lítur út. Já, þú sér það líka á rammanum. Já, Já. það hjálpar manni að vita það. Og þetta er bara sigurlógur. Já, Já, fóður, En getur verið egg hérna í þessum eða? alveg örugglega. ég sé það nú. Ég sé bæði lirfur og egg. Já, þarna sé ég lirfurnar. Hvít, já. Það er... Ekki drott. Lánaði mig þennan, ég ætlaði bara aðeins að taka mynd af honum, taktu næsta ramma bara. Ég ætla bara að reyna að sýna ykkur hérna hvernig þetta er. Hér er sem sagt hjúpað ungviði. Og svo þegar við förum aðeins hérna fjær, þá sjáum við hvernig það er yngist ungviði. Það er sem sagt lirfur og út í egg. Heyrðu, hér er loka og hér er fullt af Já, eggjum hérna. Vá, þannig lirfum. Já, Allt fullt hérna. já. Já, það er Og ekki engin bara í já, hverju. alveg hérna. Heyrðu, leiðu mér að setja þennan niður fyrst hérna. Svona. Og komdu svo með það hérna. Þangað. Og hvað erum við komið með marga, manstu hvernig þú ættir að setja á niður saman? Já. Nei, lyftu honum upp Já. og settu breiðu endana saman og hérna Svona. og dragðu það svona niður. Hérna, Já, svona, já. Þetta er bara svona hluti sem maður þarf að þjálfa sig í til að byrja með og svo verður maður betur í svo þá þarf maður ekki kannski alveg að einbeita sér aðeins á sama hátt. Hérna stendur D, hvað þýðir það? Drottning. Nei, Nú, drundar. drundur. Ég merki mína ramma svona og ég sé það strax ofanfrá að þetta eru miklu stærri hól. Já, þið sjáu bara stóru hólminn hérna. Ætti maður þá að setja... Settur þá bara hálfa plötu hérna? Ég man ekki hvernig það var, en þið sjáu hvernig hann er búin að byggja þetta út, sko. En þegar ég set þriðja hæð, Og hérna er drottning, Hérna er Hann er drottning. drottningin. og þessi er gul, þannig að nú ætlum ég að sjá hvernig ég veið hana. Já, Þannig hérna er hún með fullt af drundum með sér, en ég seti þetta bara svona hérna yfir, og tekur nokkra. já, og svo bara held ég, loka þessu rosalega varlega. Já. Við viljum ekki fá 2 drottningar. Ertu með þessa, áttu eitthvað af þessum? Já. Sko. En hún er með fullt af drundum hérna og þeir komast ekki út, en býflugurnar þær eiga að komast út í hérna í gegnum þetta hérna. En sama, og hvað ger ég svo við þetta munni? Setur það í brjóstvasann. Já, Í brjóst. til dæmis, eða út í, í vasan bara almennt, sko, já. Þannig ég geym hana hérna til þess að vera öruggur á því að ég drepa hann ekki. Þetta eru náttúrulega drundahól hérna allt, þessi stóru. Já. Nema hérna í miðjunni. En þetta var Og miklu, er búið að verpa í drundahólfin? Ég ætla Þetta er nú aðeins alltaf, já. leið mér aðeins bara, ég ætla að taka mynd af þessu. út hérna, var hann ekki alveg hérna, hann vaxið náði ekki nema þetta niður, rétt fyrir niður fyrir. Ég held að hafi bara verið smá, sko, hérna, smá biti hérna. Þú bara, Það er bara, ég tek alveg hérna, sko. Já, ég tek bara, það er alveg hægt að gera þetta eins, nei hérna á allan hátt. Ég get sett hann sem sagt bara án vax, en ég hef alltaf þráð og ég get líka sett bara smá bita af vax í og þá byggja þér þetta bara, þá er ég bara stjórnaðið að gera þetta í miðjunni. En hérna sjáu þið sem sagt hversu miklu stærri hól þetta eru. Já. Og
Og Ætti maður að hafa eins og 2 svona ramma? Smári, nú tekur þú við. þegar ég Eitt rammi í 3. kassa. Þegar ég búin seti að þriðja kassa búin að þá verpa í hólminn, það er bara búið að byggja út Já, já, flott. Núna þegar ég set þriðja kassan, þá seti ég sérst rund á hólminn. Já, þrundaramma. Maður tekur bara smá neðan á. Þetta er bara fóður. Bara fóður. Já. Nei. Ok. Lánaðu mér aðeins bókina þarna. Já, að láta... Sko, þetta er líklega bú númer 13. Þá get ég bara kíkt á hérna, hvað gerði ég? Þetta er bara fóður. Skulum við sjá. Já. Já, Sko, ég setti nefnilega, þarna kemur við ljós, ég setti kassan undir þetta bú. Þess vegna er minna búið að verpa í þetta hérna. Hvað voru margir ungaðarramar hérna í neðri kassanum? Munið það? Ég sá 2. Þú sást 2. Og ég sá 2. þetta er bara fóður. Þetta er bara fóður. Já. Já, í efri segir, já, fyrirgefn. Þetta er gammal fóður. Já, ég sá þá 2 sem ég tók upp voru... Ok, þannig að hér er bara fóður. Það var ekki rétt hjá mig, ég sá bara 1. Ég tók og Já, ok. Og þetta er líka fóður. Þess er öðruvísi. Þetta er plastrammi. Vá, já. Þetta er tróðfullt af fóður. Þannig að þið sjáu það að þetta bú, ég þarf ekkert að fóðura þetta bú neitt meira í sjálfu sér. Já, það er svo mikið fóður í því, en ég ætla að gefa þeim sko dreipifóðurinn hérna í þessum hérna, bara til þess að vera örugg á því að viðhalda varpi. Já. Já, drottningunni. Ég hef verið að henda þessu það sem ég verið að finna. Þetta er svo flóknaður. Þetta er... Þetta er... Við skulum að sjá hérna. Það er 1, 2, 3 var það ekki? 3. Já. Íttu svona saman, hægt og rólega, öllum saman. Öllum í einu, það borgar sig. Svona, passaði bara hérna, Smári. Passaði hér líka. Já. Bara aðeins lengra, hægt og rólega. Já, og settu svo hina niður í réttri röð, já. Við höfum það í réttri röð. Já, alltaf. Já, Og hérna hangaði sjáður. Já. Já, þetta er dálítið Þannig að það er atriða. erfitt. Nú ertu bara svo skakkur á honum. Já. Þannig. Og næsti. Við höfum aldrei Sólveig séð það svona fjöruverk hjá okkur í dag. Mínar láta ekki svona, sko. Þær eru bara rosa. Og jafnaði svo bílinn þegar þú ert búin að taka þetta upp úr, já. Jafnaði ég bílinn og þá bara er svona. Já, flott. Sólveig, taktur kassan, sett hann. Setur þú drottningun ekki í? Nei, ég set drottninguna bara í efsta kassan. Til þess að vera með það alveg á hreinu og ég sé ekki að klemma hana. Já. Og sett hann í tígul. Já, og varlega niður. Og svo snúðunum. Þarna fór ein, já. Og skuldar mér hana. Þannig. Og jafnaði þarna, já. Og komdu svo með næsta kassa. Þannig. Og sama í tígul. Já. Þannig, og snúðu svo. Þetta er bara til þess að drepa sem fæstar. Já. Og sérstaklega órólegu bú að þau eru miklu meiri svona upp á köntunum. Og svo ætla ég bara að taka hana hérna og ég ætla að, ef þið Smári dregur til þín rammana, þessi hérna, já, og setja bara hérna. Þetta eru semst, ég á svo lítið útbyggðum römmum að þær eru bara svona, þeir eru eitthvað hálf útbyggðu sumið þeirra, svona, og svo jafna ég þetta hérna. Nei, ég akkur áttu, lætur ekki bara óbyggð rammið? Akkur... Ég bara er að flýta fyrir þeim greyjunum. Já. Það er ekkert flóknar en svo. Af því ég á hitt. Já. Og nú, hér er drottningin og ég opna bara hérna á milli, tekja ramma. Já, og hristi niður. Nei. Já, hérna. Hún vill ekki fara niður af því að hún þekkir ekki lyktina. Já. Og svo er náttúrulega, sko, hún getur flogið. Já. Í versta falli, þannig að kottið niður, stelpa.
að þetta er nýr kassi, hún þekkir ekki lyktina af römmunum, að þá er hún ekkert að flýta sér niður. Nei. Ok? En gerður þetta bara til sín okkur eða hefur gert þetta alltaf til þess að Já, setja hana í þennan nýja kassa? ég hefði gert þetta alltaf. Það er alltaf að vera með þetta í vasanum. Já. Það er alltaf að gera þetta svo. Já, veistu það, ég lærði þetta hjá mínum hérna mentor og hann kendi mér þetta og ég hef drepið drottningar því miður sjálfur við það að klemma þær óvart. Já. Það er bara venjulegt. Já, það er ágæt aðferð. Ég náttúrulega fleiri nýliðar sem hafa drepið drottningar heldur en ég. Skiljið, þannig að það borgar sig. Nú ætla ég semst ekki að hafa þetta hérna og ég gæti bætt við frjódegi hérna og ég ætla eiginlega bara að gera það en svo að öðru leyti loka þessu bara. En já, þú ætlar ekki að setja fóðutróið? Nei, ég ætla að taka það í burtu núna. Nei, ég ætla bara að sækja smá frjódegi og setja það hérna ofan í. Og loka